Góðan daginn ágætu áhorfendur Sport TV og verið velkomin hér á Valdbjarnarvöll í Laugardalnum. Hér er að hefjast bein útsending frá leik Þróttar og Selfoss í lokaumferð fyrstu deildar karla. Það er Tómas Maður sem heilsar og verður með ykkur í þessu leik. Nú þessi leikur er stór leikur. Þróttarar þurfa 1 stig til að komast í Pepsi-deildina að ári. Áttu tækifæri hér í vikunni í leik gegn Haukum en það fór í jafntefli og nú er séns 2 að klára þetta dæmi. Þróttar er búin að eiga frábært sumar og það verður gaman að sjá hvernig þetta fer hér. Selfyssingar mættir, þeir eru áhyggjulausir, þeir eru búin að tryggja sætið sitt í deildinni og við erum ekki að keppa neinu nema kannski bara að hafa gaman að þessu og sýna hvað þeir geta. En það er við hæfið að við förum yfir liðsskipan hér í dag. Það er vel mætt hérna, en það er margt í gangi í Laugardalnum í dag. Það er Oktoberfest, tjald hérna við hliðina og þetta er bara eins og gerist best, maður er bara eins og maður sé í München. En lið Þróttar í þessum leik er þannig skipað að í markinu er Trausti Sigurbjörnsson, númer 3 er Hallur Hallsson, númer 4 er Hreinn Ingi Örnólfsson, númer 6 er Vilhjálmur Pálmason, númer 7 er Oddur Björnsson, númer 9 Viktor Jónsson, númer 12 er Ómar Koroma, númer 14 Hlynur Hauksson, númer 15 Tony Mametji, númer 19 Karl Brynjar Björnsson og númer 20 er Jón Arnar Bardal. Nú þjálfari Þróttar er Greg Oliver Reiter. Nú þá er að lið gestana frá Selfossi. Í markinu er númer 1 Vignir Jóhannsson, númer 2 er Sigur Eyberg Guðlaugsson, númer 5 er Matthew Walli, númer 6 er Einar Otto Antonsson, númer 7 er Silva Olivera, númer 9 er Elton Barros, númer 10 er Ingi Rafn Ingibergsson, númer 13 er Richard Sæþór Sigursson, númer 18 er Arnar Logi Sveinsson, númer 21 Brynjar Már Björnsson og 24 Halldór Arnarsson. Nú þjálfari Selfyssinga er Gunnar Rafn Borgþórsson. Nú dómari hér í dag er Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson og honum til aðstoðar er Gylfi Már Sigurðsson og Rúna Kristín Stefánsdóttir. Eftirlitsmaður er sanni Einar Örn Danielsson og leikurinn er hafinn og ég segi bara góða skemmtun. Það eru Þróttarar sem er að byrja hérna. Það er hvass kári í dag hérna. Það er ekkert rosalega gott veður. Það segist alveg svo er. En það er ekki spurt að því. Það þarf að spila þetta. Þá koma Þróttararnir. Sendingu en þetta fer í horn. Fyrsta hornspyrnan hérna eftir 50 mínútu. Við kannski sjáum þið ekki hérna í útsendingunni en varamannaskílinn þeir fuku bara koll hérna og eru núna alveg hérna tendruð upp við girðingu og okkar ágætu fjölmiðlastöð hér. Það er langt á milli núna hérna. En þá kemur hornið. Bolti fyrir, Selfyssingarnir koma þessu frá, það er Einar Otto fyrir lið. Þá verða Hlynur Hauksson en Olivera kemst fyrir, nei, þetta er Tony Mavetji bara tekur þetta. Viktor með skalla. Hlaði skalla hérna Ómar Koroma en þetta fór nú ekki þannig. Þarna ætlaði Ingi Rafn með að gera eitthvað. Það var ekki nú þessu reyndar. Nú spennan í deildinni er nú þannig að Þór er að taka á móti K.A. fyrir norðan og þau bæði lið eru með 38 stig. Þróttur með 41 stig og markatala Þróttar er 6 mörk á K.A. og eitthvað meira á Þórsarana. Þannig að það getur allt. Já, við sjáum til, það þýr ekkert að vera röfleika en þetta. Við skulum bara einbeita okkur á þessum leik hérna. Það koma þeir og það er Olivera. Hann reynir bara skotið, en þetta fer heiminn átt. Að gera, Olivera, reyna að skjóta. Selfyssingar eru með vindinn í bakið og þá koma Þróttararnir, Ingi og
Oddur Björnsson hann í baráttu og Ingi hefur bara betur tekur hringasti og þá kemur Barros. Ingi hann í baráttunni við Hall. Hallur nú naut. Nei, Ingi stelur boltanum. Það eitthvað spynda. Vel gert, vel gert. Aðalbjörn með þetta allt á hreinu. Ingi ætlar að taka þessa spynnu ef að boltinn nennir að vera kyrr, en hann, jú, gerir það hérna. Þá gera þessi klára. Halldór kominn þarna inn, hann er hávaxinn og heimtar boltan hérna á nærstöngina. Kemur Ingi með þetta, en þetta er, já, þetta fer framhjá. Já, það þýðir ekkert að þetta fer bara svona stundum. Þróttarar voru síðast í efstu deild árið 2009 og margur Þróttarinn vill nú fá sitt lið í efstu deild. Það er nú eins og bara margir aðrir líka. Einstaklega ljúft og flott félag, Þróttur. Við förum yfir leikinn í dag. Við erum með 3 leiki sýnda á okkar rásum Sport TV. Við erum með Víking Ólafsvík Fjarðabyggð og einnig erum við með Þór Káa fyrir norðan og svo þessi leikur hér. En leikir dagsins eru, við skulum bara fara yfir þeim eins og við koma hérna í réttri röð. Það er Víkingur Ó Fjarðabyggð, Þór Káa, Grindavík Fram, HK Haukar, BÍ Bolungarvík Grótta og svo Þróttur Selfoss. Og lokaumferðin í annar deildinni líka. Þar er að eigast við Ægir og Njarðvík, Tindastóll Afturhelding, Sindri, Huginn, KF, Dalvík Reynir, IR, KF og Höttur, Leiknir Fáskrúðsfirði. Nú Huginn og Leiknir Fáskrúðsfirði eru komin upp þarna í þessari deild og verða þrjú liða austan í fyrstu deildin á næsta ári og það hefur bara aldrei gerst og því ber bara að fagna, held ég. Það er fallbarátta í annarri deildinni, svo ég sé nú að skoða þetta hérna, því að Njarðvík og Ægir eigast við og það er þannig að Sindri er með 24 stig í 8. sæti, Njarðvík 24 í 9., Tindastóll 23 í 10., Ægir með 22 í 11. en Dalvík Reynir eru fallnir niður. Já, við fylgjumst með þessu öllu saman hérna í dag og þetta er bara gaman að þessu. Þróttarar, það er Koroma en hann ætlaði nú að reyna einhverja hælsendingu þarna en Brynjar Már komið þessu og þá er hérna bara þetta, já, það er bara öxl, þetta er vel gert og þarna er brot, nei, hann heldur leikurinn, vill að leikurinn heldur bara áfram hann Aðalbjörn og þá bara heldur leikurinn áfram. Kemur Hlynur Höggs með sendingu og Vilhjálmur Pálmarsson hann í baráttunni og það er rót. Grótta og Bolungarvík eru fallin og það er það sem er eina sem er að spilast hérna er að Þróttur Káa Þór hver fyrir upp. Það er Oddur Björnsson sem að tekur þessa hornspyrnu. Þetta markið þeir hafa sér hann inn í og þá kemur hornspyrnan. Nei, þetta er skallað frá. Það verður Tóni Hallur. Sigurður Heiberg Guðlaugsson kemur þessu frá og það er Olivera. Hann yfir á, ætla að gefa hérna á félaga sinn Barros.
Þessi strákar Ólífera og Barós koma frá Grænhöfðaeyjum. Það var að Selfyssingar Já, bara skot. Þetta yfir. Já, vel gert, Sigurður Eyberg. Bara að gera skjóta með vindinn í baki og hann getur oft hjálpað. Það komið eitt mark í fyrstu deildinni. Framarar eru konur yfir á móti Grindavík. Og Brynjar Bendisson skoraði það mark á 7. mínútu. Rétt skal vera rétt. Fyrsta marki komið. Og í annarri deildinni þá þannig að Njarðvík komið yfir á móti Ægi sem endanlega tryggir þeirra stöðu ef svona fer. Það Theodór Guðni Halldórsson sem skoraði það mark. Já, komið mörk. Tóni og Hreinn Ingi Dur og Hreinn sendingu hérna inn á mistsvæðið á Jón Arnar og Jón Arnar hérna í baráttunni en þá kemur Einar Otto og gefur á Inga Einar Otto hérna í baráttunni nei, þetta bara allt í góðu með þetta samkvæmt dómarunum. Það Richard Sæþór nei, nú konir hérna Þróttararnir Ólífera sendingu nei, þetta Otto Björnsson fyrir þessu þá koma Þróttararnir það Jón Arnar sendingu hérna á Ómar með sendingu á Viktor Jónsson með sendingu fyrir og Arnar nei, hann fer nú illa með þetta færi þetta var nú bara dauðafæri hann hefur bara hitt boltan og Vigni Jóhannesson átti ekki neinum vandræðum með þetta. Það þarf að nýta svona færi. Sérstaklega þetta á móti vindi. Já, líka bara almennt. Það voru fréttir úr fyrstu deildinni í gær, stjórn knattspyrnudeildar Fram, hún er bara búin að segja sér, bara hættir, farnir. Og skipa varastjórn. Fagna sumir Framarar því, ég veit ekki hverju. Það kemur Trausti úr markinu, öskrar hérna eins og óður maður og tekur hennan bolta. Karl Brynjar var nú fyrir Ólan í fyrirleik þessara liða sem að Selfoss vann 2-0 á Selfossi. Hann náði sér bara í rautt spjald. Kemur Ómar Koroma, nei þetta of og Valli hérna í baráttunni og Ingi. Hvað getur Selfossingar sem spilaði svo stutt á milli sín og svo kemur einn upp í loftið og það Ólífera hérna var í baráttunni og það Tóni Ottur, Tóni, Ómar, aukaspinna, Einar Otto, brýtur þarna Tóni Mævetschi. Það Ottur Björnsson og það orðið 1-1 í Grindavík Fram. Það allt að gerast bara, nema hér. Þetta ekki alveg nógu gott hjá honum Hreini Inga Arnóls en Tóni Mævetschi tekur þetta hérna á Hallur. Þróttararnir að spila hérna, reyna að spila þessu út úr sér með vindinn í fangið og svo Karl Brynjar sendingu hérna á Jón Arnar og
koma Selfyssingar. Það bara skot, já, og Trausti ver þetta bara vel. Já, fínasta skot, þetta var hann Barros. Og við förum í bekkinni hjá liðunum hérna, þá hjá Þrótti Elías Fannar Stefnisson, varamarkmaður, síðan Aron Ími Pétursson, Hilmar Ástórsson, Díon Jeremy Akhoff, Ragnar Pétursson, Aron Lloyd Green og Erlingur Jack Guðmundsson. Nú, hinum megin hjá Selfyssingum það Þorkell Ingi Sigurðsson, Jordan Lee Edgeridge, Haukur Ingi Gunnarsson, Ragnar Þór Gunnarsson, Arnór Ingi Gíslason og Sindri Pálmason og Ingþór Björgvinsson. Þetta bekkurinn hjá liðunum hér í dag. Þá koma Selfyssingar, hvað gera þeir hérna? Já, bara skot. Ojjjjjjj, þetta var nú ekki fjarlægi, við skulum sjá þetta aftur. Þeir bjarga þessu í hotspinnu. Það var hann Hreinn Ingi sem gerði það. Fínasta skot hjá Sigurði Berg Guðlaugsinni. Sjáum við þetta. Búm, bam, búm, bang. Já, það að gera. Það hotspinna sem að Arnar Logi Sveinsson gerir sig kláran í að taka. Kemur hann inn á teginn. Það Hreinn aftur og boltinn upp í loft og nei, það búið að flauta. Já. Aðalbjörn með þetta allt á sinn. Neinar áhyggjur af þessu. Jón Arnar ætlaði að senda þarna á Ómar en þetta fer frá og þá koma Selfyssingar. Einar Otto Andósson fyrir liðir og Hallur Hallsson fyrir liði Þróttar. Kemur Brynjar Már með innkastið og það Barros ætlaði að senda þarna á Olivera. Það Tony Mavetsi sem þetta á milli og hann sendir hérna yfir á Hlyn Hauksson sem ég held að hann bara kloppað Richard Sæþór. Eitt eitthvað sem hann vill ekki sjá þess fyrir varnarmann. Það bara Halldór hérna með sendingu til Vignis í markinu og Vigni hérna á Brynjar Már. Alltaf hann finnur ekki í gegnum Hall. Bara fáir í gegnum Hall Hallsson. Þetta naut. Það vel sungið í stúkunni. Þróttur. Já, vel gett hjá Selfyssingunum hana. Það var Vatley sem það var að Barros. Þetta aukaspyrna. Jú. Það þýðir ekkert að mótmæla þessu. En ég er ekkert viss að þetta hafi verið svona vont. Jón Arnar Bardal þarna. Það var þetta Olivera þessi. Hann eitthvað þjáður kallgreiði líka. Og það kallað á lækna teymi. Já, við skulum bara kíkja á hvernig stendur í öðrum leikjum. HK komið yfir á móti Haukum. 1-1 í Grindavík fram, hann bara eins og það á að vera. Tindastóll komin yfir á móti Aftureldingu í annarri deildinni.
því það með þessi úrslit þá var Ægir að fara niður með Dalvík Reynis. Svona með eins og staðan núna. Jæja, þá þetta komið hérna. Það Oddur Björnsson sem að tekur þessu spinnu. Viktor í baráttunni, Dín í boltanum. Selfyssingar af þessu og þá... Nei, Reitningi. Nei, hérna segi Oddur Björnsson. Það leikur einn Selfyssingurinn, það Halldór Arnarsson. Íringur upplæði þessi strákur. Spilaði með Fram hérna í úrvalsdeildinni. Fyrir, já, nokkru síðan og þau búin að bara eiga ágætismót með Selfyssingum. Dómara kast eða hvað ætli heita það ekki. Brynjar Már og Óli Vera með sendingu þarna inni og Þróttarnir hérna í baráttunni. Það Hlynur Hauksson og þeir ætla að hlaupa bara á hvern annan þarna í Selfyssingarnir en nei, Tony Mavetsi Brynjar kemur þessu frá. Þá halda þær áfram. Það Óli Vera og þá kemur yngast sem að Brynjar Már tekur og Óli Vera með flottan bolta þarna fyrir og Barros tekur þetta og svo skota í! Það er svo hátt. Það var Richard Sæþór Sigurðsson sem átti þetta skot eftir sendingu frá Barros. Fín sending frá Óli Vera hérna inn í tegin en þetta, já, munaði bara því. Já, þarna Mavetsi. Það aukaspyrna, þetta bara hárrétt, þeir ekkert að mótmæla þessu. Björn kallar Arnar Loga til sín og það fyrsta gula spjaldið. Það Arnar Logi sem að fær það eftir brot á Tony Mavetsi. Ungur efnilegur drengur Arnar Logi Sveinsson, búinn að eiga flott mót með Selfyssingum í sumar. Gaman að sjá þegar svona uppaldir góði leikmenn kom upp og það hægt að nota það í meistaraflokki. Ég styð það. Og hérna í blaðamannastúkunni með mér eru tveir ágætis vitsmunir. Það skólastjóri og kennari, held ég. Það ekki amalegt að vera með skólastjóri og kennara. Þetta sjálfsögðu Magnús Jónsson, skólastjóri í Seljaskóla og Einar Danielsson, fyrrverandi stórdómari með Meiru. En nú hann bara í eftirlitsstörfum. Gerir það vel. Og Maggi náttúrulega á fótbolti.net. Samt ekki sá Maggi. Hinn eru tveir. Magnús var nú flíkur markmaður hérna árum áður, ég man eftir því. Átti í Liverpool markmannstreyjunni sinni. Það hefði verið David James treyja. Það er svo langt síðan. Þá var ég ungur, þá var hann gamall. Varstu þetta því, Maggi? Já.
Já, ég er að koma með smá fréttir, pólitíska fréttir hérna. Ég ætla að nota tækifærið því að borgarstjórn Reykjavíkur ætlar að draga tillögu Bjarkar Vilhjálmsdóttur tilbaka og ég fagna því. Takk fyrir. En þá snúum við okkur á leiknum. Koma Selfyssingar. Engi. Átni Björnsson kemur þessu tilbaka í innkast. Brynjar. Vilja vera hægt í baráttunni og það innkast sem að Selfyssingar fá. Brynjar með sendingu hérna inn í teginn. Já, bolti dettur hérna fyrir og hvað gerist þarna? Nei, þá kemur bara engin annar en Vilhjálmur Pálmason og kemur þessu frá. Það brotið á honum og Albert flautar á sjálfsögðu aukaspyrnu. Hárrétt, enda boltinn á útleið og ekkert þetta að nota neina bara tækni við það en að dæma. Það var enginn að hagrast á þessu. Það innkast. Ingi, Brynjar og aftur kemur sending frá honum. En þetta fyrir fangi á Trausta Sigurbjörns sinni markmanni. Nú það eru fréttir að koma frá Akureyri. KA-menn eru komnir yfir gegn Þór. Sandor Matos með sjálfsmark, en ég veit ekki, þið verðum bara að sjá það, skrá sjálfsmark. Markmann skorar aldrei sjálfsmark, það bara þannig. Þá er Viktor. Hvað gerir Viktor? Hann er að koma sér í skottfæri. Sendingu hérna á Ómar, en það er búið að flagga á rangstæða. Og fyrir ykkur sem er að fylgjast með þessu leik og þá koma mörkin úr hinum leikjónum sem eru á dagskrá, eru sýndir beint svona upp úr, bara leikloknum, upp úr klukkan 4, þá getið þið stilt ykkur við tölvuna eða tækin og hort á þessi mörk sem eru að koma. Kall Brynjar. Taka þetta aftur. Það er Albjörn Heiðar Þorsteinsson sem dæmir hennar leik. Upprennandi dómari. Alltaf fagnar maður því þegar nýir koma. Trausti og Halldór, Hallur, Ómar. Ómar, hvað ætlar hann að gera? Já, sendir hérna á hvað Jón Arnar, ekki? Jú. Nei, bæði þessu. Sigurður Eyberg. En þetta er sko Þróttar geta bara hangið á þessu stigi, við höfum ekki gleyma því. Það er nóg fyrir þá. Új, já, þetta má ekki og ég held að þetta sé nú bara gult spjald, við sjá þetta aftur. Við viljum ekki svona í fótbolta. Sjá við, búm, við viljum þetta ekki. Þetta er ekki. Sigurður Eyberg Guðlaugsson sem fekk þetta gula spjald. Það voru komið 2 gul í þessum leik. Arnar Logi Sveinsson, báði Selfoss megin, Arnar Logi Sveinsson og svo Sigurður Eyberg Guðlaugsson. Þá
koma Þróttarar, Arnar, eða ekki? Jú, fyrir hann að fína Kodnís. Ég hef búin að finna Kodnís sumarsins. Það var Þóroddur Hjaltalín í Pepsi-deildinni á sunnudaginn í leik FH og IBVF. Aftur á bak Kodnís, upp á 10. Aldrei sé ég jafn flottan Kodnís. Jæja, það tæpur hálftími búinn að þessum leik og hér bara markalaust. Svo sem lítið að vera. Enda vallaraðstæður ekki kannski þeirra allra bestu. Veðurlega séð þetta. Leiðindarók. Óþolandi fyrirbæri. Nú Víkingur Ólafsvík búinn að komast yfir á móti Fjarðabyggð. 1-0 staðan þar. Þeir náttúrulega búin að vinna þessa deild og yfirburðarlið í deildinni og ansi bara skemmtilegt fótboltalið sem að Eyjólf Persavits búin að búa til eina ferðina fyrir vestan. Það verður bara gaman að sjá þá í Pepsi-deildinni að ári. Mikið líf sem fylgir þessu liði. Skemmtilegt fólk fyrir vestan. Þá koma Þróttararnir. Þetta bara vel gert en æjæjæjæj. Hlynur Hauksson ætlaði sér of. Það rennur á raskatið. KF komið, nei það 1-1 hjá ÍR og KF. Leikni Fáskrúðsfirði komið 1-0 yfir á móti Hetti. Tindastóll 1-0 yfir, Njarðvík 1-0 yfir á móti Ægi, Tindastóll yfir á móti Afturlendingu, gefum svo sem ekkert óvart. Og Sindri 0, Huginn 0. Það var að Barros, Olivera, Ingi. Hvað gerir Ingi núna? Það reynir skotið, það fer í Odd og jæja. Byrjar að spila þetta sín á milli Þróttararnir og hérna kemur þversending yfir og það nú bara Brynjar Már og smá svona búið til einhverja spennu þetta Selfyssingarnir en Vignir Jóhannesson hann kemur þessu og það boltinn fer alla leið yfir til kollega hans í markinu hinum megin. Karl Brynjar, Tóni. Flottu bolti hjá Tóni nær hann þessu, já, vel gert hjá Vilhjálmi Pálma, sendingu fyrir og hvað verður þetta? Æjæjæjæj, við sjáum þetta aftur, þetta var ekki fjarri leið, það vantaði bara þarna Þróttararnir voru aðeins og fljótir. Og komnir á undan boltanum bara. Hér bætist einn vitsmunurinn í hópinn, Elvar Geir, sem hefur fótboltaþátt á hann í beinni útsendingu á X-inu. Not. Upptaka frá því í gær. Ég reyndi nefnilega að hringja inn, svaraði enginn. Til að kvarta. Nei, svona þetta. Flottu þáttur hjá strákunum á X-inu alltaf á laugardögum milli 12 og 2. Uppbóls útastátturinn minn allavega. Þá bara skota en Trausti með þetta, já, beint á Trausta. Það var Einar Otto Antonsson sem átti þetta skot en Trausti búinn að eiga fanta gott tímabil í sumar og búinn að fá mikla og góða þjálfun hjá Þorsteini Magnúsinni, stór markmannsþjálfara. Hann líka vestan. Selfyssingar og það bara skot. Jú, þetta hörkuskot! Það sleikir slána og yfir. Þetta var vel gert. Vel gert, við sjáum þetta aftur. Það var ekki bara Sigurður Eyberg sem átti þetta. Að gera að reyna. Þetta bara sleikir slána. Já.
kemur Selfoss, Einar þarna á Inga og þeir halda þessu og það Olivera bara satt í baráttunni. Svo kemur Ómar, það aukaspyrna. Nú Grindavík komið yfir á móti Fram 2-1. Það nýjustu tölur. Annað óbreytt. 1-0 fyrir Víking á móti Fjarðabyggð, 1-0 fyrir KA á móti Þór, 1-0 fyrir HK á móti Haukum, 0-0 fyrir Vestan og Þróttur Selfoss 0-0. Við vitum allt þann leik hér. Nei, áfram með þetta. Koma Þróttarar, Viktor Jónsson. Viktor Jónsson búinn að skora 18 mörk. Hann næst markahæstur í deildinni. Það Björgvin Stefánsson í Haukum. Hann búinn að skora 20. Sem kemur Guðmundur Atli Steinþórsson með 13. Heivo Tokic með Víkingól með 12 og Elvar Árni Asteinsson Káa með 12. Þetta svona markahæstu mennirnir í deildinni. Björgvin Stefánsson svona verið einn af svona stjörnum fyrstu deildarinnar í sumar. Og Haukaliðið svona komið bara nokkuð vel á óvart og gert gott mót. Ekki búist við miklu af þeim en þeir hafa gert mun betur en það og gaman að sjá Luka Kostiks í essinu sínu á vallahverfinu í Hafnarfirði. Mikið af uppáldum strákum hjá Haukum og þeir verða bara sterkari ef þeir halda hóp og svona. Það nú einhverja fréttir það að Björgvin sé nú liðin eitthvað að skoða erlendis og það skarð fyrir skildi, eins og hún segir. Það aukaspyrna hérna sem að Silva Olivera ætlar að taka einn boltinn, bara neitar að vera kjur og þá verður góður á dýr. Í yngri flokkum þá bara kemur einn og heldur boltan. Ekkert verið að vesenast með þetta. Kemur hann með sendinguna. Þetta allt og hátt. Það nýja tölur, skólastjórinn, hann alltaf að benda þetta á mig hérna. Hann með þetta, hann svona teknilegur aðstofamaður hérna, þó hann sé á fótbolti.net. Víkingur Ólafsvík komið 2-0 yfir á móti Fjarðabyggð og Grindavík komið 3-1 yfir á móti Fram. Annað eins og ég var að segja rétt á hann. Takk fyrir þetta, Magnús. Ómar, Viktor Jónsson, hvað gerir Viktor núna? Hann kominn hérna, já, og bara skotið. Og Viktor Jónsson, vinstri komið! Viktor Jónsson gerir það! Glæsilegt mark hérna á 37. mínútu. Kemur hann einn og ávaldaðurinn fyrir og skýtur og á ekki vandrað með þetta. Gerir sér 19. mark í deildinni. Vel gert, Þróttur 1, Selfoss 0. Já, þetta alveg sem við þurftum. Það komið stemmari í stúkuna, Lífið Þróttur. Ég bíð bara eftir að fara að syngja lagið úr hárinu. Lífið Þróttur. Síða Sunshine eða eitthvað svoleiðis heitir það. Flott lag. En þá spurning hvað Selfyssingarnir ætla að gera. Hafa svo sem engu að keppa en auðvitað, jú, klára þetta. Kemur Ómar og baráttunni við Atli og Atli hefur betur og Ómar nær boltanum aftur, sendir hann fyrir en þau Selfyssingarnir komast og það bara skot frá Halli Hallssyni en þetta
vindurinn og í leikmann Selfoss og það er hornspyrna. Þá kemur Hlynur Hauksson með hornspyrnuna fyrir Þrótt. Þetta er á nærstöngina en þeir ná þessu frá. Ingi mættur þarna inn í og hann setur boltan í Hlyn og það er markspyrna frá marki Selfoss 1-0. Þetta var það sem við þurftum í þennan leik. Viktor Jónsson, markaskorari, kominn í 19 mörk. Það er bara mjög vel gert. Koma þeir, það er að Halldór. Skot fyrir Trausta, já, hann er alveg með þetta drengurinn. Þetta er boltan sem hann drepast á sér og vinnur allan tíma í heiminum og kemur svo með útspark. Já, fínasta útspark þarna á Vilhjálmur Pálmason og Sigurður Eyberg í baráttunni. Það var Ómar, Koroma, Tony Mavecci, Hallur. Þeir spila þetta bara örugglega hérna. Treyningi Örnóls. Vel gert, Brynjar Már og Olivera yfir á hinn kantinn þar sem að þetta er ekkert braust ekki vandræði með þetta og Richard Sædór hinum megin. Tony ætlaði að senda ykkur hérna yfir en Sigurður Eyberg kemur þarna í þetta og með skot en Trausti er nú bara fyrir þessu öllu saman. Trausti er búinn að fá þó nokkuð skot á sig og telst til varinn skot. Ég tek alveg töluna á þessu. Þessu ágætis handboltaleik bara. Björnsson, það er Ómar og svo er Hreinn Ingi, Karl Brynjar, það er skynsamir í þessu þróttararnir, Tony missi boltan, Oliver ætlaði að senda eitthvað á Barásvinn sinn en hann eitthvað fellur hérna sjálfan sig. Baráttunni við Halldór og það er Viktor S. Ábrolli markaskorarinn. Eina mark leiksins kom á 37. mínútu Viktor Jónsson sem það gerði snildarlega. Karl Brynjar skalla bara beint í Hall og Hallur kemur þessu frá og þá kemur Ómar. Já. Það vantar bara þróttarana með. Yfir á
Vilhjálmur ætlaði svona að reyna þarna stungu ykkur á Viktor held ég, en þetta var nú alveg út í hött og varð ekkert úr þessu. Illa farið með. Richard Oliver með sendingu ætlaði að reyna þarna yfir á Baron Sveinsson en Karl Brynjar fyrir þarna. Það var ágætlega gert. Hornspyrna sem Selfyssingar fá. Það er að detta í 45 hér á klukkunni. Staðan er 1-0 fyrir Þrótti og þetta er nákvæmlega Þróttarnir vilja og vildu. Ég held að við skulum vera enn yfir úrslitin stöðun í öðrum leikjum bara á eftir. Ekki mikið bætt hérna við, kannski mínúta. Það er Max spyrna. En eins og segir, þá erum við með 3 leiki í beinni hjá okkur á Sport TV í dag. Og öll mörkin og viðtöl og fleira að vera komið inn að þeim loknum. Byrjum á mörkunum og svo heyrum við hvað menn hafa að segja. Síðan er í gangi hjá okkur á Sport TV, þá er undir 17 ára landsliði. Við erum að byrja núna held í næstu viku. Alltaf nóg að vera Sport TV. Þetta rennur út í sandinn. Það er komin 1 mínúta fram yfir venjulega leiktíma og þetta hlýtur að fara að vera búið hérna fyrir ykkur. Toni Mjavetsi. Og hér flautar Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson til loka fyrri-hálfleiks. Staðan er 1-0 fyrir Þrótti. Það var Viktor Jónsson sem skoraði markið á 37. mínútu. 37. mínútu segi ég og við ætlum að taka okkur pásu, fá okkur kaffisópa og við sjáumst eftir cirka 15 mínútur. Bless á meðan! Sýndu hvað þú getur á pepsideildin.is. Með sportpakkanum færðu allt besta íþróttaefni í heimi á einum stað. Enski boltinn. Meistaradeild Evrópu. Pepsi-deildin. Dominus-deildin. Meistaradeildin í handbolta. Spænski boltinn. Evrópu-deildin. NBA. Ítalski boltinn. UFC. Undankeppni EM 2016. Formúlan. Enska fyrsta deildin.
MotoGP, NFL, enski bikarinn, box og margt fleira. Það hafa aldrei verið fleiri beinar útsendingar í sportpakkanum og nú eru Sport 3 og Sport 4 einnig í háskerpu. Að auki fylgir sportpakkanum áskrift af sjónvarpsstöðum Manchester United, Liverpool og Chelsea. Tryggðu þér áskrift á 365.is. I'm dying. What if there was a way you could live forever? We can make you immortal. With a new body built to perfection. But what if your new life... How is this possible? I thought you were dead! ...belonged to someone else? Selfless. Ert þú búinn að ná í Sambíó-appið? Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reitir. Velkomin til starfa. Notaðu N1 kortið og að þú ert ekki með það, nældu þér í 1 á n1.is. N1. Hluti af daglega lífinu. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber alltaf 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskyns spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos. Sýndu hvað þú getur á pepsideildin.is. Pepsi Max kynir Black Mass. You listen good, because I'm only going to say this once. I know you a long time. Now we need to know exactly who you've talked to and exactly what you said. I'm sorry, Jimmy. Do you know what I do to rats? I had no choice. You always have a choice. You just happen to make the wrong one. Black Mass, frumsýnt 2. október. Ert þú búinn að ná í Sambíó-appið?
Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það margborgar sig.
Já, góðir áhorfendur, velkomin aftur hér í Laugardæli. Við ætlum að sýna markið hérna sem að Viktor Jónsson skoraði. Gjörðu svo vel. Búm. Þetta er vel gert af drengnum. 19. markið hans. Og Þróttarar eru hér yfir 1-0. Þeir eru á leiðinu upp í Pepsi við þessi úrslit. Staðan í öðrum leikjum er þannig að Víkingur Ólafsvík er 3-0 yfir á móti Fjarðabyggð. Ég held að þeir eigi seinni hálfleikinn með vindi og menn segja hér, það er einn af vestan hérna, skólastjórinn, segir 8-9. Það er skipting hérna hjá Þrótturum, inn á kemur leikmaður númer 8. Hilmar Ástórsson. Þá er bara að sjá hver er búinn að yfirgefa rokið. Jón Arnar Bardal er farinn af velli og þá erum við þetta þannig. Það sem ég var að reyna að segja hérna áðan, áður en ég tók eftir þessari skiptingu. KA er komið 2-0 yfir á móti Þór. Grindavík er 4-1 yfir á móti Fram. HK er 1-0 yfir á móti Haukum. B. Bolungarvík, það eru fréttir dagsins, þeir eru 1-0 yfir á móti Gróttu. Og svo vitum við allt um þennan leik hérna, en hann er hafinn og það eru Selfyssingar sem byrja í sínum rauðu búningum og þetta er bara vel gert hérna hjá Barós og það er setting yfir, nei, þeir bjarga þessu, já, þeir byrja bara krafti hérna Selfyssingarnir. Það var Eldon Barós sem var potturinn að pannan í þessu og Þróttararnir koma þessum bolta í horn. Hilmar Ástórsson, Haffyringur og býtu, ekki svo fjarrilegi. Selfyssingar vilja fá horn en þeir fá það ekki. Nú ef við rúlum yfir byrjunarliðin hér í dag, þá er það þannig að lið Þróttara þannig skrifaði í markinu nr. 30 er Trausti Sigurbjörnsson, nr. 3 Hallur Hallsson fyrirlið, nr. 4 Hreinn Ingi Örnólfsson, nr. 6 Vilhjálmur Pálmason, nr. 7 er Oddur Björnsson, nr. 9 Viktor Jónsson markaskorarinn, nr. 12 er Ómar Koroma, nr. 14 er Hilmar Hauksson, nr. 15 er Tony Mavecci, nr. 19 er Karl Brynjar Björnsson og svo er Hilmar Ástórsson kominn inn í liði fyrir Jón Arnar Bardal sem að yfirgaf rokið hérna í dalnum. Nú lið gestana frá Selfossi er þannig að Vignir Jóhannesson er í markinu, Sigurður Eyberg Guðlaugsson nr. 2. Býtu, er eitthvað að verða þessu þarna? Nei, býtu, hvað er þetta ekki eitthvað? Nei, þetta er ekki neitt. Áfram með smjörið. Jú, nú flautar ágætur dómari þessa leiks Aðal Björn Neiðar, en ég ætla að fara yfir lið Selfossar. Maður var alltaf að trufla mann hérna. Í markinu er Vignir Jóhannesson nr. 1, nr. 2 Sigurður Eyberg Guðlaugsson, nr. 5 er Matthew Watley, nr. 6 er Einar Otto Antonsson fyrirlið, nr. 8 er Silva Olivera, nr. 9 er Eldon Barós, nr. 10 er Ingi Rafn Ingibergsson, nr. 13 er Richard Sæþór Sigursson, nr. 18 Arnar Logi Sveinsson, nr. 21 Brynjar Már Björnsson og nr. 24 Halldór Arnarsson og þjálfari Selfyssinga er Gunnar Rafn Borgþórsson og þjálfari Þróttar er Greg Oliver Ræder og Ásmundur Guðni Haraldsson er hans aðstofamaður og Þorsteinn Magnússon markmanns þjálfari og markmanns góðsögn myndi ég segja legend í markvarðafræðum og flottu markmaður á sínum tíma, kemur frá Ólafsvík og hinum megin er Jón Steindór Sveinsson aðstofamaður og Elías Örn Einarsson sem við höfum alla með hérna. Dómari hér í dag er Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson, honum til aðstofari Gylfi Már Sigursson og Rúna Kristín Stefánsdóttir. Einar Örn Daníelsson er eftirlitsmaður. Þá er þessu öllu komið til skila og þá er bara að vona að við fáum mörk og gleði og gaman. Það er það sem við sækjumst öll eftir. Knattspyrna, skemmtilegasta íþrótt í heimi. Kemur Einar Otto, hann má gefa marknum þarna og þá kemur Ómar. Já, hann gefur bara þarna yfir á Ott Björnsson. Vel mætt í Laugardalinn í dag á Valbjarnarvöll. Knattspyrna, já, vel dæmt.
Það líka hátíð hérna í dalnum, það Oktoberfest. Ölflæðandi hér allt. Gaman að þessu. Koma Þróttarar og það Vilhjálmur Pálmason. Sigur Eyberg hérna í sér og þetta bara bolti sem að Selfoss á. Og ég vil að segja það að núna líka Þróttararnir með vindi. Halldór gefur þetta tilbaka á Vignir. Viktor hérna pressar á hann. Alltaf gaman þegar Framherji gerir þetta. Brynjar Már. Richard og Sigurður. Og Sigurður með Vilhjálm Pálmason í sér og Karl Brynjar skallar þetta út af. Það engast sem að Selfyssingar fá og það Richard sem að ætlar ekki að taka, heldur Sigurður Eyberg Guðlaugsson. Sigurður Eyberg á gulu spjaldi og einnig Arnar Logi Sveinsson. Þannig að þetta verið frekar prúðmannlega leggið í þessum aðstæðum hér. Haust á Íslandi. Kemur alltaf mönnum jafn mikið á óvart. Það komið staða í hérna annar deildinni og svo varum við að fylgjast með því líka Ægir Njarðvík. Ægir búinn að jafna. Takk fyrir. Það markmaður sem skorar. Skólastjórinn hefur með þetta allt á hreinu. Ég ætla að panta skólastjóran með mér, Magnús Jónsson, hvern einasta leik á næsta ári. Góður félagskapur líka. Og Einar Þór. Nei, Örn. Fyrirgefðu Einar. Örn eða Þór, skiptir ekki máli. Heitir annað hverjum aðra. Nei, þarna var að leta hann plata sjálfa sig, blessaður Einar Otto Antonsson og þá koma Þróttararnir. Já, það Hafnfirðingurinn Hilmar Ástórsson. Hilmar Ástórsson, eins og ég sagði, Hafnfirðingur, hann auðvitað F-háingur, kemur reyndar úr stórveldun úr Hafnarfirði, í Há. Það vel gert þarna hjá Vigni í markinu, tekur þetta, það kannski ekki allir sem vita það, en í Há liðið í Hafnarfirði. Ekki F-háið Haukar, nei ég að grínast. Allt gott í Hafnarfirði. Já, bara áfram með leikinn og ekkert að vera að hætta, dómarinn flautar ekki og þá ekkert gert. Já, gott hjá Halldór Arnarsson, íringurinn, stoppar þetta og þá kemur Sigurður Eyberg. Það sendingu þarna fram á Barros en þá kemur Tony Mavechi. Og kemur Lóttur Björnsson, gefur hérna á Hlyn Hauksson og þá það Vilhjálmur Pálmason, það innkast. Já, það bara bætir í hérna, ekki vindinn en í áhorfendur og það kann ég vel að meta. Það vel mætt hérna hjá Þrótturum. Kötturum heitir stuðningsmannafélagið þeirra og hérna þakka til þeir bara byrja að syngja Lifi Þróttur því að þetta alveg eitt af mínum uppáhaldslögum sko í orginal útsendingu í söngleiknum Hárið. See the Sunshine. Líka ágætis íslensk útgáfa til að því. Síðan 1994. En hvað það? Bara smá svona
fróðleikur. Það Matthew og að sending hérna á Barros í baráttunni við hreyninga og Sveinn hefur bara betur og kemur Ómar. Það missir boltan, aukaspyrna og Selfyssingur bara hefur aldrei orðið vitni að öðru eins en þá koma þróttararnir. Það Ómar, gefur hérna yfir á Vilhjálm Pálmarsson. Hvað gerir Vilhjálmur? Það vel gert hjá Sigurður Eyberg. Sigurður Eyberg búinn að vera bara fínn í þessu leik. Svona ljósi punkturinn hérna hjá Selfyssingum. Hlynur Hauksson. Nei, það bara Selfoss áþengast. Matthew hérna með fína skalla. Barros í baráttunni, þá kemur Olivera. Ingi. Sendingu hérna inn á tegin og það Barros. Barros næra skalla en Trausti fyrir. Það var ekkert úr þessu spilllaust. Greg Oliver Ræder þjálfari Þróttar á sínu öðru tímabili með félagið og var áður kom hingað, var hjá IBVF, var aðstoðarþjálfari þar og ekki gamall drengur reyndar, svona með við þjálfara oft á tíðum. En það eru komin, síðan ég talaði við ykkur síðast, það eru komin 2 mörk á Ólafsvík því að það staðan 4-1 og Káa 2-0 yfir á móti Þór, Grindavík 4-1 yfir á móti Fram, Háká 1-0 yfir. Hér skipting, við skulum vera með á nótunum hérna. Það tvöföld skipting, það leikmann nummer 20 sem að koma inn á, Sindri Pálmarsson. Kemur hérna inn á og Ingi og leikmann nummer 7 Haukur Ingi Gunnarsson og Olivera yfirgaf öllin líka, þannig að þá eru Selfyssingar búin með 2 skiptingar. Það sem ég var að segja hérna rétt á þann var að það 1-1 hjá BÍ Bolungarvík og Gróttu og svo vitum við allt þennan leik hérna. Nú, það sem að gerast í annarri deildinni svolítið skemmtilegt því að við vorum að tala Njarðvík Ægir áðan, þá var staðan 1-0 fyrir hérna Njarðvík, nú staðan 2-1 fyrir Ægir á móti Njarðvík sem þýðir það að Njarðvík að falla. Þeir eru með 23 stig eins og Tindastóll og sem þýðir það að Tindastóll það er enda jafnt fyrir norðan hjá Tindastóll og Aftureldingu. Þannig að nú þarf Gummi Steinas og félagar í Njarðvík að eiginlega bara treysta á það að skora og vinna eða jafna og vinna og eða það að þeir þurfa að treysta á Mosfellingana að þeir geri einhvern góðan leik og vinni. Þannig að nú þetta svona komið í þeirra hendur og annara líka. En Sindri 1-0 yfir á móti Huginn, þetta skiptir kannski ekki með máli en það er nema upp á það að gera að Sindri, Auðun Helgason, vinur minn og félagar, þeir eru komnir þá í 26 stig. Þeir eru nú með -7 þarna og Njarðvík með -16 og Tindastóll með -15, þannig að þeir eru nú eiginlega svona best á kosi á þeim þarna, þannig að þeir halda sínu sæti held ég. Það er gaman að þessu og það er allt að gerast hérna og ég ætla að þakka þessari flottu síðu úrslit.net fyrir upplýsingarnar. Heyrðu, hérna bara Eldon Barros, hann hefði átt að gera betur, við skulum sjá þetta aftur, ég held það bara svei mér þá. Það sem ég ætla að segja, maður sjá.
kemur þetta. Þetta bara dauða færi. Á að nýta svona. Það var bara þetta hérna. Ég ætla að segja það, ég ætla að þakka síðunni úslit.net kærlega fyrir. Þetta frábær síða með alls konar tölfræði og búið að maður liggur límdur við þetta svona á meðan að leikjum standa. Gaman að því. Það 5-1 hjá Grindavík Fram. Það var einhver að segja með það að Ægir væri með vindi núna í bakið. Þannig að Njarðvíkingarnir nýttu sér eitthvað vind þarna fyrir austan ekki alveg nógu vel, held ég. Það gott að vera með svona veðurglögga menn hérna. Það skólastjórinn að sjálfsögðu. Hvar annar staði fæ ég þessu upplýsingar? Hvergi. Með þetta allt á hreinu. Þá koma þáttararnir Karl Brynjar sendi eitthvað Trausta og Trausti rennur á rassinn en kemur boltanum samt frá sér og þar Hilmar Ástónsson. Þá kemur Arnar Logi og Trausti tekur þetta. Já, það var nú gaman að fá mark hérna í þetta og svona hressa okkur aðeins við hérna í búrinu hér. Já, býtu, hérna Viktor og hvað Viktor? Hann kominn! Nei, hérna svo langt. Einhver með, hann gefur bolta fyrir og hvað gerist þarna? Ómar, skot! Það fer í Selfysinginn og hvað gerist svo? Og Toni! En þetta fer langt yfir og út í sundlaug. Já, þetta var ágætt, sjá þetta aftur. Þetta var fínasta færi hjá þetta Þrótti. Þarna kemur Viktor, gefur út en þar enginn og svo kemur skoti frá Ómari og svo kemur Toni Mavecci og bara út í sundlaug. Spurninga, Viktor hefur látið sér detta en ég held að hann bara heiðarlegur leikmaður og við færum það, þá koma Selfyssingar. Sindri Pálma hérna. Númer 20 sem kom inn á hérna á hann. Þannig baráttu og þá kemur Oddur Björnsson. Já, Rúna Kristi Stefánsdóttir bara búin að veifa og þá bara innkast. Markin fyrir Ólsara Ingólfur Sigurðsson gerir fyrsta markið, Alfreð Már Hjaltalín annar markið, Björn Pálsson gerir þriðja markið og Viðar Þór Sigurðsson gerir mark Fjarðabyggðs og síðan Kristinn Magnús Pétursson sem kom fjórða markin í og síðan með þessa markaskorara hérna á hreinu. Nú Sandro Matos, hann gerir eitthvað sjálfsmark, eitthvað skrautlegt sjálfsmark sem við munum sjá þegar leikið er lokið. Þá verður samantekt hérna á Sport TV með alla leikina og Benjamin James Everson skoraði síðan seinna markið fyrir KA og það er komið rautt spjald á Þór Jóhann Helgi. Takk fyrir það. Þórsararnir er alveg fallnir. Það er ekkert annað. Rautt spjald. Já, 60. mínútu, Jóhann Helgi Hannesson. Nú, ef við förum snúum okkur til Grindavíkur, það er nú þannig að Framarar komist yfir með marki frá Brynjari Benediktssyni á 7. mínútu, síðan hefur Ángel Girato Aldeguer skorað 2 mörk, Axel Freyr Hilmarsson og Magnús Björgvinsson. Gamla kempan, alltaf gaman að Magga Björgvins og síðan náttúrulega hefur Engilinn, við kallum hann bara Engilinn, hann er búinn að skora 3. Já, gaman að þessu.
spurning hvort það sé að borga markabónusa þarna í Grindavík. En þegar ég var að bladra þessu þá voru Framarar að minnka munin. Veit ekki hver, ekki komið. Nú, B.I. Bolungarvík komið yfir á móti Gróttu því að Nikolás Jónsson kom þeim yfir á 4050 mínútu. Jóhannes Hilmarsson jafnaði leikinn á 5050 og haldið ykkur nú, Pappamaður Fæ með mark á 59. mínútu. Takk fyrir það, 2-1 fyrir Vestan. Og það 4-2 í Ólafsvík. Viðar Þór Sigurðsson búinn að skora aftur. Það er allt í gangi. Maður bara svo úrslita þjónusta þetta. KF komið yfir á móti IR 2-1. Höttur komið 2-1 yfir á móti Leikni. KF 5-0 yfir á móti Dalvík Reyni. Sindri 1-0 yfir á móti Huginn. Tindastóll Afturhalding 1-1. Ægir Njarðvík 2-1. Þetta þýðir það að Njarðvík á leiðinni niður eins og sakir standa. Það er lítið búið að gerast hérna á Valbjarnarvelli. Hér eru bara menn að spila bolta á milli og já. Kemur Vilhjálmur Pálmason, hann í baráttunni og hörku barátta þarna. Hallur Hallsson. Grindavík var að bæta í marki. Það var Atli Fannar Jónsson sem skoraði mark Framara þarna áðan. Minnkaði munni 50 og það komið mark 2 mínútur seinna 68. Það er ekki komið inn á úrslit.net. Þetta kemur eftir, fáum þetta allt á eftir. Tommy Nílsen, þjálfari Grindavíkur. Spilaði mörgar með FH. Eitt af svona góðsögnunum í FH. Já, það er hotspinna. Það er hotspinna sem að Rúna Kristín, hún bendir réttilega á það. Fínasta stemming í stúkunni. Mikið af fólki hérna mætt. Full stúka, það er ekki að ljúga því. Hotspinnan inn á teginn. Vignir kýlir þetta frá, vel gert hjá honum og þá bara innkast. Já, það er erfitt að spila í þessu rokki og háa það á rugli og ekki kannski, við erum ekki að sjá hér fína drætti eins og segir oft. Selfyssingar. Haukur Ingi. Þetta er brot. Já, vel gert. Tony Mavetsi sá brotlegi, braut á fyrirlegunum Einar Otto Antonsinni. Sá við boltan, það er bara vindurinn, Kári mættur. Það taka þátt í þessu og þetta er eitthvað hörmulegasta skot sem ég séð.
En það bara þannig. Sigurður Eyberg, hvað gerir hann? Bara að reyna skotið. Flott skot og glæsileg markvallar hjá Trausta Sigurbjörnsinni. Vel varið Trausti, við skulum sjá þetta aftur. Glæsileg markvallar, gott skot frá Sigurði Eyberg Guðlaugs sinni. Bara vel gert, svona vil ég hafa þetta, svona vil ég hafa. Það getur nú eitthvað verið að segja hérna. Það lífi í Selfyssingunum, en Selfoss þekktur fyrir það að vera lifandi. En hérna kemur skipting hjá Selfossi. Ragnar Þór Gunnarsson að gera sig kláran inn á síðasta skipting þeirra. Og hver fær að fara á velli? Nú, það bara fyrirliðinn sjálfur. Einar Otto Antonsson kveður að sinni. Já, fínasti leikur hjá Einari Otto. Þá eru Selfyssingar búnir með sína skiptingar. 20 mínútur eftir þessu leik, cirka bát. Kemur hornspyrna. Nei, þetta er Kári. Vindurinn, Kári. Eyðileggur allt hérna fyrir munum. Viktor. Ómar. Já, þetta er flott. Og kemur Vilhjálmur. Sendi ykkur á Tony Mavechi. Hvað gerist hérna? Tony kom upp á vítateg. Skot. Glæsileg markvarla hjá. Og hvað? Ný, aftur Vigni. Við sjáum þetta aftur. Vigni Jóhannesson vel á verði hérna í markinu. Varði fyrst vel skot og svo kom inn eins og köttur og greip þetta. Gerði það sem við viljum sjá markmann gera. Liggur í loftinu syngja köttararnir. Liggur reyndar ekkert í loftinu hér nema bara vindur. Og það eru leikir í Pepsi á morgun. FH getur orðið Íslandsmeistari. Eiga leik við Breiðablik á Kópavogsvelli. Örugglega hörkuleikur. KA komin í 3-0 á móti Þór, einu fleiri og alla græður. En þetta bara ekki nóg fyrir þá, því að Þróttararnir eru að sigla þessu hægt og rólega. Kemur Barós, fínasta sendingu á Haukinga, nei, fyrirgefið Ragnar Þór. Það var Richard og Dalvík búið að skora. Það bara fögnum því. 5-1 fyrir KF. Nágranna slagur. Gott kaffi hérna á Þróttararvellinum, mjög gott. Koma því til skila.
Nú ef að Víkingur Ólafsvík skorar 1 mark í viðbót, þá þýðir það nýtt markamet í fyrstu deild. Það er ekkert öðruvísi. Og sem að 52 mörk hafa þeir skorað, fengið á sig 14 og með 38 mörk í plús. Þannig að Víkingarnir geta skráð sig á spjald sögunar ef þeir hafa áhuga. Hérna koma Selfyssingar, sending fyrir, Karl Brynjar. Selfyssingar áfram með boltan. Það er Arnar Logi, skota þetta, nei. Þeir geta skráð sig á spjald sögunar. Víkingur Ólafsvík. Það verður gaman að sjá Víking Reykjavík, Víking Ólafsvík á næsta ári. Það verður fagnað með öllum þegar þeir segja, koma svo Víkingar. Það verður stemming. Einar, Örn, þú ert nú Víkingur. Já, bara stutti báða. Já, gaman að því. Þá koma Hilmar. Nei, Halldór Arnarsson. Unga sendingu hérna og það er Ragnar en það er Karl Brynjar. Hann bara hendir þessi út af. Nei, hendir sparkar þessi út af. Nei, lagið er komið sem ég er búinn að bíða eftir. Ef þið heyrið, þá bara takkið með undir. Þetta er ósköp einfalt. Lifi Þróttur. Já, Þórsararnir eru greinilega eitthvað súrir því það er komið annað rautt spjald á Akureyri. Jónas Björgvin Sigurbergsson var að fá sitt annað gula spjald og því eru Þróttararnir bara eins og Arsenal var í dag. Þeir eru 9. Ég svona fyrir mitt leiti þá býð ég eftir marki frá Víking Ólafsvík til að skrá sig á spjald sögunar. Svona eins og staðinni núna þá eru Ólsararnir að vinna þessa deild með 10 stiga forystu sem er nú bara frábær árangur. Svo koma hana Þróttur núna með 44 stig, KA 41, Þór 38, Grindavík 36, Haukar 34, Fjarðabyggð 31, HK 31. Svo koma neðri hlutin þessi 4. Fram 21, Selfoss 20, Grótta 15 og B. Bolungarvík. Þeir ná að fara í tveggjastafa tölu með úrslitin eins og þeir eru núna. Það hefur örugglega verið versti árangur liðs í eftir deild. Næst eftir sig. Já, Húsvíkingarnir, þeir áttu það á sínum tíma. Tapa 16-0 og svona þegar Víkingur fór upp. Nei, já. Já, nú erum við konir í smá sagnfræði hérna, ég og skólastjórinn. Og Einar Örn fylgist vel með. Punktar niður. Það er komið 3-1 í Þorlákshöfn, þannig að Guðmundur Steinarsson og Tryggvi Guðmundsson eru á öllum líkindum að fara með sitt lið niður Snjálvík en það gæti breyst ef að Afturhelding myndi kannski skora á móti Tindastóli. Svona eini í sénsinn eins og staðan er núna. Þeir eru einum fleiri Afturhelding því að Bjarni Smári Gíslason er rautt spjald. Hann kom inn á þess að varamar og fara hann út af. Já. Þetta er bara svona.
HK komið 2-0 yfir á móti Haukum. Við förum svo hérna niður á velli eftir og heyrum í mönnum eftir leik. Aðalega Þrótturum held ég. Nei, bara áfram með smjörið. Sindri Pálmason komið með fyrirlega bandið. Nú eru rúðurnar hérna í blaðmannskilinu orðnar svolítið. Skyggni ekki gott hérna hjá mér. Aukaspyrna, Sigur Eyberg. Já, það er lítið að gerast hérna núna. Staðan er ennþá 1-0. Viktor Jónsson með markið á mínútu 37. Aukaspyrna sem að Þróttur á. Sigur Eyberg, Tony Mavetsi kemst inn í þetta og gefur hérna Ómar og Ómar brýst upp kantinn, Halldór til varnar og Halldór bara tekur þetta, vel lesið hjá Halldóri og hann gefur hérna sendingu yfir á Barros. Barros og hann með skot, það fyrir í afturöndan á einum, nei ekki afturöndan, miðlaupina. Þá leikur Selfysingurinn eftir. Leikurinn í fullum gangi bara. Kemur Viktor Jónsson, það er brot, það er aukaspyrna. Aukaspyrna sem að Þróttarar eiga. Það er væntanlega guldspjald hérna á Halldór Arnarsson. Það er með þriðji Selfysingurinn kominn í bókina. Það liggur hérna eitt Selfysingur. Sigurður Eyberg. Sýnist það svona. Hann fer hérna út á Sigurður, hann er alveg eitthvað kvalinn drengurinn. Það er komin 82 mínútur og gott betur á klukkuna hér og koma Selfyssingarnir. Arnar Logi sendi ykkur yfir, Karl Brynjar bara tekur stökkið á þetta og skallar þetta frá. Það var Ómar og Tony Mavetsi. Tony gefur hérna stungu á Viktor og Halldór Arnarsson er kominn í hann hérna. Það gerir Viktor, hann, já vel gert hjá Viktori, en nei, þetta mátti ekki við marknum þarna. Selfyssingar koma þessu frá. Kemur Ragnar.
Sendi ykkur hérna ætlaða Barós en það Karl Brynjar bara og setur í Barós og vinnur innkast. Já, þeir koma þessu frá Selfyssingar. Boltinn búinn að fara út af, þannig að það innkast sem að Þróttur á. Rúma 5 mínútur eftir af þessum leik hérna og það Njarðvík búinn að minnka muninn á móti Ægir 3-2. Hörku spenna þarna í Þorlákshöfn. Koma Þróttarar hérna. Mottur með sendingu. Þetta of hátt og framhjá. Og Grindavík búinn að bæta við. Það 7-2 fyrir Grindavík á móti Fram. Og 9 mörk þar. Nei, það allt í gangi bara. Ragnar með sendingu en þetta fyrir á Þróttara og Tony gefur hérna á William. Williamur vantar nú einhverja aðstoð hérna með, nei, hann finnur Hlyn Hauksson og hann ætlaði að senda hérna á Ómar Koroma en þetta fetti Vignis í markinu. Þá kemur Sindri Bálma, Ragnar, boltinn út af, já. Eins og ég segi, aðstæður ekki þær bestu hérna í dag. Þetta búið leiðindavindur og íslenskt haust eins og það gerist hverju ári. Selfyssingar eru einum færri eins og staðan núna vegna þess að þeir eru svona besti maður í þessu leik, Sigurður Eyberg, hann er bara held ég hættur leik og hérna kemur Barós. Hvað gerir Barós? Hann bara reynir skotið fyrir í Hreyninga Örnarsson og þá kemur Ragnar Tony Mavetti reynslunni ringari þarna og étur þennan bolta og sendir svo bara hérna eitthvað upp í tómið. Það kemur Vignir langt út úr markinu og þá Viktor svona aðeins að leika sér á honum, pressa aðeins á hann og svona. Viktor vill náttúrulega ná í annað mark þegar hann jafn honum Björgvinni Stefánssoni Haukara 20 mörk. Björgvinn og Viktor með 19 núna. Þá koma Selfoss. Sindri. Það gerir Sindri, hann bara með skotið, það fyrir í Hlyn og þá koma Ómar og Vilhjálmur og alltaf Vilhjálm aftur en það kemur Halldór Arnarsson og sendir hennan bolta í innkast. Nú sjötta markið komið á Ólafsvík og það er búin að jafna metið, skólastjórinn með allt á hennu hérna. 1 í viðbót þá metið þeirra. Þannig að við bíðum spenntir eftir því. Skólastjórinn á náttúrulega rætur að rekja þarna fyrir vestan, þannig að þess vegna með allt á hennu, meðal annars. Sex 2
er staðan á Ólafsvík. Og það er skipting hérna, það er gamla kempan Erlingur Jack Guðmundsson sem er að mæta inn á völlinn og út af fer Ómar Koroma. Já, Erlingur Jack búinn að standa sig vel í mörg ár fyrir Þrótt og gaman að sjá hann þarna. Hlynur, Halldór bara flytur sig tilbaka, þetta er barátta í tegnum og hvað gerist þarna? Nei, Vignir Jóhannesson, þetta reynir til lands, það verður ekkert úr þessu hjá Þrótturum og já, það er mikil gleði hér og í Laugardalnum, stemming. Þess að þetta á að vera bara Þróttur að koma sér í efstu deild. Það voru síðast 2009 og það fagna margir, ekki bara Þróttarar. Skemmtilegu klúbbur Þróttur og gaman að sjá Víkingana og frá Ólafsvík og Þrótt í efstu deild að ári. Þetta er búið upp í Ólafsvík og þeir jöfnuðu metið, þannig þeir fóru ekki spjaldsugunar eins og við vildum, Magnús. Og það er skipting, Trausti Sigurbjörnsson fer markinu og inn á kemur Elías Fannar Stefánsson og það er mikið fagnað hér og þeir kyssast, þetta er vel gert, þetta er svo á Spáni og Trausti er náttúrulega búinn að eiga frábært tímabil með Þrótti í sumar. Að vaksa mikið sem markmaður og enda með frábæran mentor með sér, herra Þorstein Magnússon, markvara legend. En það er komið 90 á klukkuna og þetta fer alltaf að vera bara búið og veisluhöldin eru bara eiginlega hafin hérna á Þróttaravellinum. Við fylgjum svo bara með úrslitum úr öðrum leikjum. Þetta er allt búið. Það er 6-2 Víkingur Fjarðabyggð, Þór KA 3-0, Grindavík 7, Fram 2, HK 2, Haukar 0. Þetta er bara búið og já, við ætlum að gera okkur síðan klára í viðtöl hérna á eftir. Farið ekki langt. Heyrum og myndum þessa gleði sem verður hérna hjá Þrótturum. Hér kemur bara hörku skott og þangað til þið fylgist bara með þessum úrslitum inn á fótbolti.net eða úrslit.net. Það er komið 4-2 hjá Njarðvík en Afturelding er komið 2-1 yfir á móti Tindastól. Það eru svona smá fréttir hérna sem þýðir það að Tindastóll er á leiðinni niður. Njarðvík er að halda sér uppi, fengu mark á sig 4-2. Þá kom Afturelding úr Mosfellsbæ, mitt félag, og bjargar þeim. Það verið gott á milli Mosfellsbæjar og Suðurnesja. Það er ekki mikið verið að leggja peninga í þetta knattspyrnulið þarna á Sauðárkróki eins og peningarnir eru þar. Gætu alveg verið með lið í efstu deild ef þið vildu, segi ég. En já, góðu gestir, þið fylgist með þessu á fótbolti.net, úrslitunum eða úrslit.net. Ég ætla að gera mig kláran hérna í viðtöl við menn og taka þátt í þessari gleði hér í Laugardalnum. Þróttur Reykjavík er komið upp í efstu deild. Voru síðast 2009 og til hamingju Þróttur segi ég nú bara og Þróttarar nær og fjær og út allt. Ég ætla bara að vona að góður dómari þessa leiks, Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson, fari nú bara að flauta þetta af. Hann hlýtur nú að fara að gera, hann er nú skítkalt. Gleðin er hafin hérna.
Ef við varum á Spáni núna þá var hann búinn að flauta þetta af. En Viktor Jónsson, hann, nei, fær hann í hnýð út af alveg brjálaður. Sparkar ykkur brúsa þarna, mikið brúsinn. En fer þetta ekki að vera búið? Hvað komið mikið í uppbót? Það komin heilar 3 mínútur og 35 sekúndur. En hér flautar ágætur dómari þessa leiks, Aðalbjörn Heiðar Þorsteinsson, leikurinn er búinn til leiksloka. Ég ætla að koma sér rétt frá mér. Þróttur Reykjavík er komið upp í efstu deild, eins og ég var að segja. Og ég ætla að gera mig kláran hérna niður á völl og taka viðtölum, en Viktor Jónsson skoraði eina mark leiksins á 37. mínútu og eins og ég segi, Þróttur til hamingju Þróttarar Nærafjár. Nú heyrum við í ykkar mönnum.